Það er sælkerasumar framundan og við ætlum að gera einfalda sælkerarétti sem allir geta eldað. Byrjum á sjávarréttapitsu með stökkum botni og hvítlauksolíu. Blandið 1,1 bolla af volgu vatni, 1 bréfi af þurrgeri, matskeið af hunangi og 2 matskeiðum af ólífuolíu saman í skál. Gerið er farið að leysast upp þegar litlar loftbólur myndast í vökvanum og þá er 3 bollum af hveiti bætt við og byrjað að hræra. Þegar hveitið er vel blandað gerblöndinni, þá setjum við 1,5 teskeið af salti út í deigið. Því næst losum við þykkt deigið úr skálinni og setjum það á borðið og hnoðum það í höndunum í sirka 10 mínútur. Þegar deigið er orðið teygjanlegt og mjúkt, þá er því komið fyrir á volgum stað þar sem það er látið hefast í 30 mínútur. Í hvítlauksolíuna notum við hálfan bolla af ólífuolíu og 5 hvítlauksgeira sem við setjum saman í pott. Bætum svo við 1 grein af rósmarín og svolítið af chiliflögum. Látið malla við vægan hita í sirka 10 mínútur og fylgist vel með því hvítlaukurinn er viðkvæmur og ekki góður ef hann brennur. Þegar pizzadeigið og olían eru klár, þá er komið tími til að fletja út deigið. Það er mikilvægt að strá hveiti á borðplötuna þannig að deigið festist ekki við hana. Markmiðið er að fletja deigið út í botn sem er jafn stór pönnunni sem þú notar til að hita botninn. Setjið síðan deigið á forhitaða pönnuna og gott er að setja smá olíu áður. Þegar bólur fara að myndast í botninum, þá má penslan með hvítlauksolíunni. Áleggið er að eigin vali. Við notum 2 gerðir af osti, mozzarellakúlur og parmesanost. Sjávarrétti frá sælkerafisk og dreifið því vel yfir botnin. Skellið því næst pitsunni í forhitaðan ofn og bakið í sirka 10 mínútur við hæsta mögulega hita eða alltaf 250 gráður. Þegar pizzan er tilbúin, takið hana úr ofninum, rennið hana á disk, hellið nóga hvítlauksolíu yfir og skreytið hana síðan að lokum með klettasalati.